Jóhannesar Guðspjall, 14. kafli. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann: Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munuð þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann: Drottinn, sýn þú okkur föðurinn, það nægir okkur. Jesús svaraði: Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá: Sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér? Það sem ég segi við yður er ekki mín orð. Faðirinn sem í mér er, vinnur sín verk. Trúið mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri. Og hann mun gera meiri verk en þau, því ég fer til föðurins. Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gera, svo að faðirinn vegsamist í syninum. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlaus. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig, því ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau er sá sem elskar mig. En þann sem elskar mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Júdas, ekki Ískariot, sagði við hann: Drottinn, hverju sætir það að þú vilt birtast okkur en eigi heiminum? Jesús svaraði: Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Sá sem elskar mig ekki varðveitir ekki mín orð. Orðið sem þér heyrið er ekki mitt, heldur föðurins sem sendi mig. Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn,
Andinn heilagi sem Faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig, yrðu þér glöð af því að ég fer til Föðurins, því Faðirinn er mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala margt við yður, því höfðingi heimsins kemur. Í mér á hann ekkert. En heimurinn á að sjá að ég elska Föðurinn og geri eins og Faðirinn hefur boðið mér. Standið upp, við skulum fara héðan. Jóhannesar Guðspjall, 15. kafli. Ég er hinn sanni vínviður og Faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sníður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hann beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hrein vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gert. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast Faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verði lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og Faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðug í elsku minni. Ef þér haldið boðorð mín, verði þér stöðug í elsku minni eins og ég hef haldið boðorð Föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eru vinir mínir ef þér gerið það sem ég býð yður. Ég kalli yður ekki fram að þjóna, því þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir, en ég kalli yður vini, því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt. Ávöxt sem varir, svo að Faðirinn veiti yður sérkvað það sem ég biðja hann í mínu nafni. Þetta bið ég yður, að þér elskið hvert annað. Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Væru þér af heiminum, myndi heimurinn elska sína. Heimurinn hatar yður að því þér eruð ekki af heiminum, heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður,
Þjónn ekki meiri en herra hans. Hafi menn ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. En allt þetta munu þeir yður gera vegna nafns míns, af því þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og talað til þeirra, væru þeir ekki sekir synd, en nú hafa þeir ekkert til afsökunar synd sinni. Sá sem hatar mig, hatar og föður minn. Hefði ég ekki unni meðal þeirra þau verk sem engin annar hefur gert, væru þeir ekki sekir synd, en nú hafa þeir séð þau og hata þó bæði mig og föður minn. Svo hlaut að rætast orðið sem ritað í lögmáli þeirra. Þeir hötuðu mig án saka. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendiður frá föðurnum, sannleiksandinn útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Þér skulið einnig vitni bera, því þér hafi verið með mér frá upphafi. Jóhannesar Guðspjall, 16. kafli. Þetta hef ég talað til yðar, svo þér fallið ekki frá. Þeir munu gera yður samkunduræk. Já, sú stund kemur að hver sem líflætur yður þykist veita Guði þjónustu. Þetta munu þeir gera að því þeir þekkja hvorki föðurinn né mig. Þetta hef ég talað til yðar til þess að þér minnist þess að ég sagði þér það þegar stund þeirra kemur. Ég hef ekki sagt yður þetta frá öndverðu af því ég var með yður. En nú fer ég til hans sem sendi mig og enginn yðar spyr mig, hvert ferð þú? En hryggð hefur fyllt hjarta yðar af því að ég sagði yður þetta. En ég segi yður sannleikan, það yður til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þér sjáu mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Það sem hann segir yður, hefur hann ekki frá sjálfum sér, heldur mun hann segja yður það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngera yður. Allt sem faðirinn á mitt, því sagði ég að hann tæki af mínu og kunngjörði yður. Innan skams sjáuð þér mig ekki lengur, og aftur innan skams munu þér sjá mig. Þá sögðu nokkrir lærisveina hans sín á milli, hvað hann að segja við okkur? Innan skams sjáuð þér mig ekki, og aftur innan skams munu þér sjá mig, og ég fer til föðurins. Lærisveinarnir spurðu, hvað merkir þetta innan skams? Við vitum ekki hvað hann að fara. Jesús vissi að þeir vildu spyrja hann og sagði við þá,
Eruð þér að spyrjast á það að ég sagði, innan skams sjáu þér mig ekki og aftur innan skams munu þér sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður, þér munu gráta og kveina, en heimurinn mun fagna. Þér munu hrykkjast, en hryggð yðar mun snúast í fögnuð. Þegar kona fæðir hún í nauð, því stund hennar komin. Þegar hún hefur alið barnið, minnist hún ekki framar þrauta sinna fögnuði yfir því að maður í heiminn borinn. Eins eru þér nú hryggir, en ég mun sjá yður aftur og hjarta yðar mun fagna. Og enginn tekur fögnuð yðar frá yður. Á þeim degi munu þér ekki spyrja mig neins. Sannlega, sannlega segi ég yður, hvað sem þér biðjið föðurinn í mínu nafni mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni. Biðjið og þér munu öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Þetta hef ég sagt yður í líkingum. Sú stund kemur að ég tala ekki framar við yður í líkingum, heldur mun ég berum orðum segja yður frá föðurnum. Á þeim degi munu þér biðja í mínu nafni. Ég segi yður ekki að ég munu biðja föðurinn fyrir yður, því sjálfur elskar faðirinn yður þar þér hafið elskað mig og trúað að ég sé frá Guði komin. Ég komin í heiminn frá föðurnum. Ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðurins. Lærisveinar hans sögðu, nú talar þú berum orðum og mælir enga líking. Nú vitum við að þú veist allt og þarft eigi að nokkur spyrji þig. Þess vegna trúum við að þú sért frá Guði komin. Jesús svaraði, trúið þér nú. Sú stund kemur og komin að þér tvistrist hver til sín og skiljið mig einan eftir. Þó ég ekki einn, því faðirinn með mér. Þetta hef ég talað við yður, svo þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir. Ég hef sigrað heiminn. Jóhannesar Guðspjall, 17. kafli. Þetta talaði Jesús, hóf augu sín til himins og sagði, Faðir, stundin komin. Ger son þinn dýrlegan til þess að sonurinn geri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum, að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Ég hef gert þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, ger mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimurinn var til. Ég hef opinberað nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá, og þeir hafa varðveitt þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér frá þér.
því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég er frá þér út gengin og trúa því að þú hafi sendt mig. Ég bið fyrir þeim. Ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir. Og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Í þeim er ég dýrlegur orðin. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum, en ég kem til þín. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim, varðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér. Og gætti þeirra, og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar, svo að ritningin rættist. Nú kem ég til þín. Þetta talaði ég heiminum til þess að þeir eigi í sjálfum sér fögnuð minn fullkomin. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði þá af því þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð er sannleikur. Ég hef sendt þá í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Ég helga mig fyrir þá, svo þeir séu einnig helgaðir í sannleika. Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra, að allir séu þeir eitt, eins og þú, Faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einnig í okkur, til þess að heimurinn trúi að þú hafi sendt mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér, svo að þeir séu eitt, eins og við erum eitt. Ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er, svo að þeir sjáu dýrð mína sem þú hefur gefið mér, af því þú elskaðir mig fyrir grundvöllun heims. Réttláti Faðir, heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig, og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra, svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim.